Þá komið að afleiðureglu fyrir samsett föll. Og þess að geð hér, F-ból að G. Hún heitir keðjureglan, eða chain rule. Samsett föll líka kölluð samskeytt föll. Composite functions á ensku, samsett eða samskeytt. Hér sjáum við þá enn myndaframsetningu á því sem við þurfum að hafa. Samkvæmt skilgreiningu á deildarleika þá þurfum við að hafa eitthvert opið bil utan x. Þessi vennmynd hér svona táknum með rofnum ferli til þess að minna á og á bara að grípa auga að við getum ekki krafist þess að bilið sé lokað. Svo sjáum við þetta opna bil sem kallað skrifað í hér stórt. Það að myndin af því hér kölluð skrifað jóð, fallgildi endapunktana hér A og B, það getur verið hér einmitt á þessum jaðri jóð. Þetta hér þá nýtala sem oft kölluð bara U og U þarf að vera eðlilega í formingi F og U eða G af X þá hér og hér sjáum við þá myndina af þessu opna bili hér jóð og við setjum þá regluna fram, látum X vera punkt á opnu bili Y sem í formingi G og G vera deildanlegt fall á Y og F vera deildanlegt á bili sem inniheldur myndina af Y. Þá keðjureglan þessi formúla að þegar við deildum samsettafallið í punkti X að þá reiknum við afleiðu F með tillit til, hann kallaði það bara U og síðan tökum við afleiðu G í punktinum X með tillit til X og áður en við byrjum að reikna með keðjureglunni þá getur ágætt að átta sig á hvernig hún kemur til og við skulum líta á dæmi sem að lítur svona út. Segjum hér dæmi H af X til dæmis svona, það X í öðru pluss 1 og við kunum að deilda það en ef X í öðru pluss 1 innra fall og það segjan sett í þriðaveldi. Svona áður en við kynnumst keðjureglunni, hvernig þurfum við að gera þetta? Þá höfum við í rauninni enga aðra kosti heldur en að liða margfaldum og svigum og taka síðan afleiðu á hverjum lið fyrir sig og nota okkur það að við vitum að deildin línuleg aðgerð og kannski ágætt að setja hérna bara Pascal-litningin eða stöðrana í honum 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 og segjum hér hvað ætlum að gera, bara reiknum út afleiðu H og skulum það bara skrifa H aftur, H af X X í öðru pluss 1 í þriðja og þá við byrjum á þessum, þá setjum við þessa breytu í þriðaveldi X í öðru í þriðaveldi og samkvæmt deiliðureglunni þá fáum við hér þrist og X í öðru í annaveldi og ásinn í fyrsta veldi, sýnið það bara, síðan aftur þrist og X í öðru í fyrsta veldi og ásinn í annaveldi, ég ætla að skrifa hérna fyrsta veldi og að lokum X í öðru í núllta veldi og ásinn í þriðja veldi, svona. Þannig að við fáum hér ef við einföldum X í sjötta veldi pluss 3x í fjórða veldi pluss 3x í öðru veldi pluss 1. En nú ekkert erfitt að reikna út afleiðuna og segjum bara h mert í x 6x í fimmta pluss 3 og 4 eru 12 x í þriðja pluss 2 og 3 eru 6 x í fyrsta pluss 0 afleiðina fasta 0 og við sjáum kannski með einni umritun hérna það 6 þáttur í öllum liðum og x í öllum liðum tökum það bara reynd út fyrir sviga þá verður eftir hér
x í fjórða, hér verður eftir tvistur í milliliðnum, x í öðru og 1. Við getum reynda þátt að þetta síðasta. Setja það bara hér til þess að halda plássinu til þá 6 x og hér fáum við x í öðru pluss 1 og annað veldi hér. Fínt er. Ef við prófum núna keðjuregluna á þetta sama, keðjuregla, að þá hugsum við þetta þannig að h af x er þetta samskiptafall f af g af x eða f bóla g af x. Það sem að g af x er x í öðru pluss 1. Það er hægt að kalla það u. En f, hvað gerir það? F af u er u í þriðja. Og keðjureglan segir, þegar við tökum afleiðu samsættafallsins, þá hefur við að reikna át afleiðu fallsins f með tillit til u. U er bara punktur í formengi f og síðan g merkt í x. Þá getum við reiknað hérna fyrir neðan, ef við reiknum fyrst g merkt í x eða u merkt, þið kannski mátt líka skrifa það. F merkt í u og u merkt, g merkt í x er u merkt. Þá fáum við hérna u merkt er 2x og f af u er u í þriðja og við reiknum afleiðuna, þá er þetta fáum 3u og u var x í öðru pluss 1, þannig að ég jafnlega ekki hinga til 3 svo sinn. Afsakið 3u í öðru og hér fá þá 3x í öðru pluss 1. Þá getum við náttúrulega sett beint inn og þetta er þetta talsvert þægilegra. Þá fáum við 3 og svo x í öðru pluss 1 allt í öðru. Þetta er f merkt í u og svo g merkt í x eða u merkt. Það höfum við hérna, það er 2x. Svo tökum við 3 sem 2 eru 6 og tökum x líka vinstra megin hérna við x í öðru pluss 1 í öðru og ber þessu saman. Sjáum að þetta er það sama. Við skulum taka eitt dæmi enn, þar sem að við setjum okkur kannski í spor þeirra sem að kunnu ekki keðjuregluna og ég færi nú rétt með, en ég held að þeir Bernoulli bræður hafi þróað þetta ásamt Leibniz á sínum tíma og meðan breytarnir sem fylgdu Newton héldu fastar í það að reyna að búa til margliður úr samfelldum föllunum og á reynir síður á. Þó það sé nú aðeins úr, þá þarf ég nú kannski að segja aðeins betur frá því hvað ég átti við með því að Bretar á tímum Newtons og sporgöngumenn hans hefðu ekki þurft á keðjureglu að halda, þá getur við til dæmis litið á þetta hérna fall og rótin af x í öðru pluss 1 sem að Newton honum tókst að útvíkka Tíliregluna. Þannig að við skrifum þetta svona að það er kannski bara best að kíkja á það. Þetta er svona stuttur texti að Newton gott og vel sá tölurnar allar á þessu hérna formi og kannski hefur hann hugsað þetta einhvern veginn svona að það er til dæmis hægt að skrifa almennu brotin sem veldaröð og almennt 1 á móti x og svo skilgreinir maður veldaröð út frá ux-inu nema hvað það er þó allavega veldaröð og það er hægt að reikna þær auðvelt að finna afleiður. Og spurningin er þá þessi að ef við erum með til dæmis rótarfall, hvort það sé hægt að skrifa það sem margliði og hann sýndi það væri hægt og sinus og kosinus, tangens og arkarföllin. Það sem hann gerði var eitthvað neginn svona í þessum dúr að Tílireglan var náttúrulega vel þekkt og Tíliðu stuðlarnir
með því að horfa á það á þessu hérna formi, að þá var svo sem bara að prófa hvað ef að ennið er ekki talning eða náttúrulega tala. Og í staðan fyrir enn setja upp einhverja ræðatölu. Hvað gerist? Og hann hefur bara prófað sig áfram og skilgreinir síðan með rakningu tíliðu stöðlana. Þannig að almenna formúlan verður þá svona. R er til dæmis hálfur en K er talning. Til þess að finna hvernig var margfald upp úr svigum, ef svo má segja, og þá var að finna þessar tölur. C0 er 1 og C1 er hálfur, ef R er hálfur. Og svo koma hinir í beit, mínus 1/8 hér og 1/16 hérna, mínus 5 á móti 28 næst. Og svo er þetta að halda áfram eins og kraft að lifa. Hér er til dæmis 1 + x í veldinu hálfur, eða hérna. Og þetta er þá nálgunarmargliða fyrir 1 + x og rót af öllu saman. En það er ekki hægt að nota hana fyrir stórt samleitnibil. Það er að segja, hann dregur ekki út fyrir þetta bil hér frá mínus 1 upp að 1. Þannig að það er ekki hægt að reikna rótina 3 beint með þessar formúlu. En hann átti ráðundir yfir hverju og stuttu máli þá er hægt að vera með til dæmis eitthvað x hérna, en ef við hreinlega setjum einhverja tölu hér, sigma, og deilum í x, þá höfum við að x á móti sigma. Það er bara minna en 1, en þá er búið að ná því fram að tölugildið x þarf bara að minna heldur en tölugildið að sigma, og þar með er hægt að setja stærri tölur inn. Eins er hægt að hliðra bilinu til. Og hérna til dæmis, ef við segja réttur ferill í MATLAB af þessu falli, 1 + x á móti 2 allt í veldinu 1/3 eða 3. rót, og þá er samleitnibilið frá mínus 2 upp í 2, og rauðu krossatinn hérna eru nálgunarmargliðina sem að MATLAB framleiðir. Með því að taka margliðu af stigi 100 og bera saman við bara þessa, þá sjáum við að það er alltaf ekki hægt að sjá mun á þessum fallgetum margliðunar og réttarferilsins. En ef maður fer út fyrir samleitnibilið, þá er voðinn ís. Svo hérna, það er bara aðeins út fyrir. En kannski bara því gaman, sem getur rétt sett okkur í spor þeirra sem þurft að gera þetta í höndunum. Hér er til dæmis marglið að stigi 100, bara það reyndaði þetta út af gamni mínu. Sá hvernig stöðrættin lít út. Það er svona plús og mínus til skiptis. Og sem sagt gerir ykkur að nálgun, og svo er hún há, þá þarf hún að laga og draga frá. Þá verður hún að lág, þá þarf hún að bæta við, og þá verður hún að há og þarf að draga frá. Svipað og maður er að gera ef maður verið að prófa sig áfram. Og við skoðum til dæmis hvernig ég að meita stærðinarúðunum 27. Newton hafði náttúrulega áhuga á því að hafa þægilega leið til þess að geta metið rætur, og það er svo sem ekkert sérstakt við það að setja, hvað maður að segja, 1 hér, og það er þægilegt að miða, ef við viljum meta til dæmis rótunum 27, að hafa 5 hér í öðru veldi, vegna þess að þegar við drögum rótin af 5 í öðru, þá fáum við 5. Og ég ætla svo sem ekkert að tefja neitt við þetta annað heldur en það, ef maður bara tekur annars stigs margliðu með þessum stöðlum og ætlum til dæmis að meta rótina 27 frá henni, þá er þetta formúlan, og þá setjum við x jafnt út 2. Það er að segja, hún byrjar í 5 og bætum 2 við, þá fáum við 26, hún byrjar í 5 í öðru, og við sjáum við í hérna. Þessi 2 hér inn, það er komin 25 + 2, og ef deila með 25 hérna, þá fáum við miklu stærra samleitnibil eins og það er kallað. Þetta er hún eftir að skoða betur síðar, en þetta er samt
áhugavert vegna þess að þetta bara liti á sig aðra starffræði og Newton þurfti sem sagt ekki á keðjureglunni að halda því að hann breytti samfelldu föllunum sínum í margliður. Og hérna við prófum að stöða 2 inn, þá fáum við 5 + 2 tíundu og svo 4 þúsundustu hér. Skrifum þetta sem dögumbrot, þetta er 5,2 mínus 0,004 eða 5,196. Þetta er auðvitað mjög þægileg og fljótleg leið til þess að sjá með, við sjáum með 3, hún tekur ekki fleiri, með 3 réttum aukastöðum með einfaldri formúlu hvernig við getum strax dregið rótina 27. Og svo sló ég þessu inn í MATLAB og var með á format 14 og hún gefur mér rétta nálgun af 4 aukastöðum og þá við 5,196. Og það er þá 3 réttir aukastafi bara með anastisnálgun, með anastismargliðu. Og það er svona aðeins út en þetta gerum við nú þegar við förum til dæmis í Taylor-margliður sem að koma síðan seinna. Taylor er yngri en Newton og við ætlum að leysa þetta hérna dæmi án þess að kunna keðjureglu og svo sjáum við hversu notalegt það er að hafa hana. Hér erum við með innrafall 1 + x í öðru, útdrögum og svo rót. Ég set hérna svona, mér er þetta gaman sem nokkuð annað að við sjáum þá að ef við deildum þetta hérnafall, við fáum x og svo hérna mínus hálfur, kemur hér framfyrir og x í þriðja og svo framvegis. Margkvöldum við bara margliðina lið fyrir lið. En sjálfsagt ég að þeir, Jóhann og Jakob voru að vinna að svona þróun deildunar, að þá getur maður vel ímyndað sér að menn hafi velt því fyrir sér fyrst nú hvernig hefur við að finna afleiðina og maður sjá þá fyrir sér að það verður þægilegt að hafa reglu sem að ræður við samsett föll. Við skulum þá hreinlega sjá með því að setja beint inn í skilgreininguna því það getur maður alltaf reynt hvernig þetta verður. Síðan hættum við þessu nú þegar við fáum þessar ágætu reglur. Nema hvað að við reiknum afleiðu H beint út frá skilgreiningunni og þá stillum við upp Newtonskvótanum og setjum þá límens, H stefnir á 0 og við getum svo sem ekkert annað heldur en skrifa þetta 1 plus og svo víkjum við aðeins frá x-in í öðru og rót mínus og svo fallið 1 plus x í öðru vekk með H. Nú hvernig vinnum við úr þessu? Við tökum eftir að þetta er á forminu 0 yfir 0. Ef að H-ið er sett sem 0 hér inn þá fáum við 0 í teljara og 0 í nefnara. Þannig að við verðum að prófa brellin okkar þar sem við lengjum með, getum kallað það samokastæðu, þess sem að þarna segir í teljaranum og sjáum hvort að við getum umritað þetta yfir á form sem að við ráðum við og vonumst til þess að H styttist út. Þannig getum við fengið formúlu fyrir afleiðu þessa falls hér. Rótin af x í öðru plus 1 og þá skrifum við þetta aftur upp. 1 plus x plus h allt í öðru og rót mínus, svo kemur hér 1 plus x í öðru og við ætlum þá að lengja með samokastæðunni, setjum þá plus og samokareglan gefur þá að við losnum við ræturnar. Við ætlum þess að lengja með 1 plus x plus h í öðru plus 1 plus x í öðru og sama í teljaranum 1 plus x plus h í öðru plus 1 plus x í öðru og hér hefur við h og svo fáum við hér
1 pluss x og svo í sviga x pluss x á í öðru. Þannig losnum við rótina og milliliðirnir sem við markvætum upp úr styttast út. Og svo fáum við þessa hér. Þannig að við fáum þá h stefnir á 0 í teljaran fáum við 1 pluss x pluss h í öðru og síðan mínus 1 pluss x í öðru og þetta lítur nú strax betur út og hér ef við þarfum eftir og skrifum hann 1 pluss x pluss h í öðru rót og svo 1 pluss x í öðru rót og hér markvöldum við upp úr. Hérna fáum við x í öðru pluss 2x h pluss h í öðru. Þannig að x í öðru fyrir á móti þessum, þessi ás fyrir á móti þessum ás. Þá fáum við límens h stefnir á 0 og hérna höfðum við þá eftir 2x h pluss h í öðru á móti h og sinnum þessi stæða 1 pluss x pluss h í öðru rót pluss 1 pluss x í öðru rót. En þá sjáum við hvað gerist. Hérna erum við með h og hérna erum við með h þátt í báðum liðum. Tökum h út fyrir deilistrygg og þá styttist það út á móti þessu h í. Þannig að þá sjáum við hvað stendur eftir. Það er 2x pluss h og þetta h er farið og þegar við erum með í teljaranum 2x pluss h og þá getum við spurt getum við sett h-ið inn þegar við erum komið með þetta umritaða form og svo er já. Þannig að við fáum þá 2x sjáum þetta h var farið en þetta er eftir það er alltaf að setja það sem 0 og þegar þetta h er 0 þá erum við rótina af 1 pluss x í öðru. Við erum með 2 svoleiðis. Þannig að við erum hérna með tvist á móti 1 pluss x í öðru. Og ég er búinn að senda h-ið í 0. Og við fáum þá þegar við einföldum þessa niðurstöðu. Og þar með vitum við að afleiða h af x sem var x í öðru pluss 1 og rót er h merkt af x og x á móti x í öðru pluss 1. En við skulum nota keðjuregluna núna. Keðjureglan. Þá skulum við skrifa h af x á þessu formi hér. F af g af x. G er innrafallið, f er ytrafallið og svo getum við haft hérna hjá okkur risblað. G af x er x í öðru pluss 1. Getum kallað það u og þá er f af u í hálftaveldi og svo getum við orta þetta svona u-mert eða g-mert í x eða g-mert í x er þá 2x og f-mert í u eða df du er hálfur rótin af u, hálfrótin af og ég getur svo sem klára að skrifa hvað það er. Þetta er 1 á móti 2 sinnum rótin af x í öðru pluss 1 og þegar við notum keðjuregluna þá fáum við f merkt í u sinnum u merkt og stingum núna inn því sem vorum með. Þetta er f merkt í u 1 á móti 2 sinnum rótin af x í öðru pluss 1 sinnum u merkt eða 2x og þá fáum við niðurstöðuna
tökum bara x-ið hingað upp á einu sinni 2x og testarnir steytast út og jú, auðvitað gekk þetta eftir.